Komið sæl og blessuð, ég heiti Yngvi Skjaldarsson og kem frá Hjálpræðishernum. Annar dagur, þegar réttlætinu er fullnægt. Ritningarlestur dagsins er úr Orkuðunum. Sá sem dauf heyrist við kveini hins fátæka mun sjálfur kalla og ekki fá bænheyrslu. Gjöf á laun, sefa reiði og umbun í leyni ákafa bræði. Réttlátum manni er gleði að gera það sem rétt er, en illvirkjum er það skelfing. Ég les úr Matteusar guðspjalli: Vei yður, fræðimenn og fariseiar, hræsnarar, þér gjaldið 10 af myntu, anís og kúmini, en heyrðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gera, hitt eigi ógert að láta. Blindu leiðtogar, þér síið mýfluguna, en svelgið úlfaldan. Vei yður, fræðimenn og fariseiar, hræsnarar, þér hreinsið bikarinn og diskinn utan, en innan eru þeir fullir af yfirgangs og óhófs. Íhugun. Frá upphafi er í orðskvöðunum ætlað að veita visku og leiðsögn í réttsýni, sanngirni og heiðarleika. Og í gegnum vísdómsorð bókarinnar er köllunin að bregðast réttlátlega við og sækjast eftir réttlæti, stöðu og viðkvæði. Þessari köllun er sífellt deilt og staðfest, að hún sé Guði þóknanlegri en í fórn. Í einnar setningar viskuperlu ber ræðumaðurinn vitni hinni réttlátu gleðjist þegar réttlæti er fullnægt. En réttlætið kemur verkamönnum ranglætis í uppnám. Kristið fólk, þvert á það sem skilur okkur að, ætti að sameinast í gleði þegar réttlætinu er framfylgt og vera tilbúið til að standa saman þegar réttlætinu er mætt með mótstöðu. Þegar við gerum það sem Drottinn krefst og þorum að vinna að réttlætinu, getum við mætt mótstöðu og andstöðu við öllum tilraunum til þess að rétta hlut þeirra sem verst eru sett meðal okkar. Þau sem njóta góðs af kerfum og ferlum sem studdur að hvítri kynþáttahyggju og öðrum kúgandi hugmyndafræðum eins og stéttaskiptingu og fæðraveldinu munu reyna að seinka og afneita réttlætinu. Oft af miklum krafti, en að leita réttlætis er að ráðast að kjarna valdsins búa til pláss fyrir réttláta skipan Guðs og ævarandi visku í heimi sem oft lítur fram hjá þjáningum. Samt er gleði í því að gera það sem rétt er. Það er gleði í að staðfesta að Black Lives Matter eða svört líf skipta máli í leita réttlætinu fyrir elskuð Guðs börn sem eru kúguð, arðrænd og misnotuð. Það er gleði í að leita sátta við annað kristið fólk, svo við getum betur þjónað verkefni Guðs ríkis. Látum þá gleði koma fram í gegnum sameiginlega reynslu okkar af nærveru Guðs í samfélaginu, á þekktum og óþekktum svæðum, þar sem Guð ferðast með okkur í átt að lækningu, sátt og einingu í Kristi. Kristileg eining. Trúarleiðtogarnir sem Jesús ávarpar í Guðspjallinu eru orðnir vanir að sætta sig við ranglæti heimsins. Þeir eru fúsir til að gegna trúarlegum skyldum eins og að 10 myntu, dill og kúmen, en vanrækja þyngri og erfiðari kröfur réttlæti, miskunn og trúmennsku. Að sama skapi höfum við kristið fólk vanist og sætt okkur við þann klofning sem er á milli okkar. Við erum trú í stórum hluta af trúariðkun okkar, en oft vanrækjum við krefjandi þrá Drottins að allir lærisveinar hans séu sem einn. Áskorun. Hvernig geta söfnuðir á svæðinu stutt hvern annað til að standast mótstöðu sem kann að fylgja því að vinna að réttlæti? Skulum fara með bæn. Guð, þú ert uppspretta visku okkar. Við biðjum fyrir visku og hugrekki til að vinna að réttlæti, bregðast við því sem er rangt í heiminum og gera það rétt. Við biðjum fyrir visku og hugrekki til að vaxa í einingu sonar þíns, Jesú Krists, sem ásamt þér og heilögum anda ríkir að eilífu. Amen.